Markmið ekki að greiða fyrir umferð. Markmið eitthvað svona social engineering. Það fólk sem á móti fjölskyldubílnum. Það fólk sem á móti ákveðnum lifnaðarháttum. Og það alltaf verið að knýja hlutin í þá átt. Þjónusta við íbúana bara ekki sinnt, að fókusin eitthvað annars stað. Fókusin þá á Fánaborginni eða einhverjum öðrum mannréttindamálum. Ég veit áhuga á mannréttindamálum, en ég held ekki að mannréttindamál séu einhverjum gríðalegum ólestri í Reykjavík, vegna þess að ég var borinn röngum sökum. Og ég gerði það eina sem ég gat í stöðunni, sem var að kæra þetta mál til yfirvalda til að fá úr því skorið. Og það tók langan tíma, það ferli, og það var erfitt fyrir mig og marga aðra, en það var nauðsynlegt, því annars var hætt á því að sannleikurinn hefði aldrei komið í ljós. Og niðurstaðan var svo að það væri ekkert hæft í ásökunum í minn garð og málið fellt niður. Ari Edvald, hvað segirðu gott? Ég segi allt fínt, takk. Það ekki? Það nú gott. Heyrðu, það eru stjórnmálin. Já. Oddviti Miðflokksins. Já. Af hverju? Ég hef bara brennandi áhuga á að gera gagn fyrir borgina. Og það var leitað til mín að taka að mér þetta sæti og þetta hlutverk og ég var bara mjög spenntur fyrir því. Ég tel að það sé hægt að gera miklar umbætur í borginni. Það mjög margt hér í góðu standi og Reykjavík frábær borg, en það margt hægt að laga og það þarf að grípa inn í þegar við erum ekki á réttri leið á mörgum sviðum. Nei, eins og hverju? Það mér efst í huga skipulagsmálin og þetta umræðefni sem ber hátt fyrirhuguð borgarlína og hlutir í kringum það. Ég tel að þar þurfa að afstýra miklu slysi. Hvað telurðu að borgarlínan, við séum bara að fara að taka í handbremsuna á þessu? Já, ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt. Það eru mikil áform það og mjög jákvætt að bæta almenningssamgöngur. En eins og við höfum séð frá bæjarstjórum sveitarfélagana, nágrannasveitarfélagana, þá segja þeir að þegar þeir hafi skrifað undir þennan samgöngusáttmál og svo framvegis, þá hafi þeir ekkert í huga að þrengja svona mikið að bílaumferð eða fækka stæðum og svo framvegis, heldur bara að bæta og hafa sérakrein fyrir strætó og bæta það flæði. En hér í Reykjavíkurborg þá snýst allt það að það verða ofurþétta byggðina og þrengja að bílaumferðinni. Þú meir helst ekki sjá til sólar úr íbúðinni og þetta sé allt partur af því að bæta flæði og bæta samgöngur og þetta færi auðvitað ekki staðist. Nei, ég get nú tekið undir margt af því, allavega svona með við hvernig þetta hefur verið að þróast undanfarið. En áður en að við... Já, bara öll þessi áform, þau virðast hafa það að markmiði að koma notkun almenningssamgangna úr þeim 4% sem þær hafa verið fastar í. Og alveg sama hvað aðgerðir hafa verið í samgöngusáttmálanum, milljarður á ári settur aukalega til að ýta undir almenningssamgöngur. Það að koma því í 12%, þá samt ennþá 88% að ferðast með öðrum ferðamótum. En það virðist vera að fólk hafa algjörlega bitið í sig til að ná þessu markmiði að koma notkun almenningssamgangna í 12%, þá þurfa að þrengja svona svakalega að umferðinni og það auðvitað mörg dæmi það núna svona á teikniborðinu að það sé mikil slys í uppsiglingu. Þeim þarf bara að stöðva. Þetta líka búið að vera svolítið skrítið því ég er búin að vera að fjalla gjaldhækkanir á strætóferðir sem að eiga samt sem aður að vera einhvern veginn að koma til móts við þá hópa sem að minnst mega sín og eru í lægstu tekjutíundinni en líka samt auðvitað fleirum. En gjaldið hækkar og hækkar, þjónustan versnar og versnar. Þetta svolítið eins og ýmis önnur opinber batteri þar sem að þjónustan hefur bara einfallega versnað og við erum að sjá fram á það, við þurfum að borga meira og meira í þetta. Það fjölgar ekki þeim sem að nýta þjónustuna en samt sem áður hefur bara einhvern veginn að keyra í gegnum skaflinn og það ekkert sýnt fram á meira árangur. Nei, og bara að við tökum þetta sem núna mest í umfjölluna því það á einhverju skipulagsgátt og leitað umsagna fyrirhugaða breytingar á Suðurlandsbraut, þá þetta mínum mati bara fjarstæðukennt. Það mjög mikil umferð á Suðurlandsbrautinni nú þegar og við umferð og teppa í báðar áttir og hvernig á að bregðast við með því að fækka akreinunum 2 og hafa bara eina í hvora átt og ekki nóg með það heldur að svo akrein sem eigi að vera fyrir bíla
það er að vera, sko, hún er meira eins og steypt renna með 20 cm háum kanti hvorum megin, þannig að ef að verður aftan á keisla eða bensínlaus eða bílar þá það er ekki hægt að komast fram hjá honum eða hvað með sjúkrabíla og slíkt og bílastæðum á að fækka 70%. En þannig að sko, ég velti fyrir mig bara sko, bótarétti sko, fasteignaeigenda og fyrirtækja því að það er alveg augljóst að þetta spillir mjög þessu svæði sem einhverju möguleika fyrir viðskipti, verslun og þjónustu og þetta myndi má sko bara á föstudagsmorgunin heyrði ég í útvarpinu það var að Ívar Guðmundsson á Bylgjunni að tala svona, lesa upp gamla fréttir og hann segir þessi umferðarteppa þetta er nú ekki nýtt mál þegar ég sé frétt Grafavog frá 1998, desember 1998 umferðarteppa á Gullinbrú þannig að hann sagði þetta er ekki nýtt mál en það var brugðist við í öðruvísi þá því að ég einmitt keypti mér heimili í Grái í janúar 99 og þegar ég keypti þá var umferðarteppa á Gullinbrú þá var ein akrin í hvora átt á Gullinbrú skömmu síðar var vegurinn bara brekkaður og síðan hafi verið 2 akrinar í hvora átt á Gullinbrú og eftir það var þessi umferðarteppa á sögunni þannig að það farir þveröfug leið heldur en er fyrirhugað á Suðurlandsbrautinni. Já, þetta er líka sko ég reyndar hef ekki miklar áhyggjur af því að þetta muni verða veruleika því að svona mjög sérkennilegar og útópískar hugmyndir til með Suðurlandsbraut eru bara svona svolítið vitnisburður það að fólk sé svolítið búið að missa hausinn og ég held að út af því að við erum náttúrulega að fara í kosninga núna eftir bara skamman tíma að þá verða svona hugmyndir náttúrulega kosnar út og ég held að það sé alveg óumflýjanlegt. En þá velti ég fyrir mér sko með, svo klárum kannski bara borgarlínuna að sko núna er náttúrulega búið að setja mikið fjárfestingu í þetta. Þetta er í samflótsverkefni við Hafnarfjarðarbæ, við Kópavogsbæ, við Garðabæ og fleiri. Ég velti fyrir mér núna þegar að það er búið að setja svona mikið fjárfestingum í þetta, það er búið að setja mikið orku í þetta, það er að segja. Sérðu bara fyrir þér að kasta þessu bara út af borðinu? Það þarf að grípa harkalega í taumana. Og endurskoða frá grunni. Það er innviðir þannig fyrir hendi sem er búið að vera fjárfesti í. Hvaða innviðir ertu þá að tala um? Þá er ég að tala bara mikið af skipulagsáætlunum, ég er að tala ýmis verkefni, varðar þessi mál, síðasti áfangin 2036 en það er aftur á móti búið að ráðast í fjöldan allan að áfengum. Ég velti fyrir mér, ert þú bara að fara að slökkva ljósin á öllu sem viðkemur þessum skipulagsmálum? Hvað þýðir sko atkvæði fyrir Miðflokkinn? Þýðir það bara gamli góði bensín-dísilbíllinn á þreföldum vegum? Hvað þýðir það? Nei, en sko mér finnst þú ansi bjarsýnn því þú segir að nú muni kjósendur auðvitað bara kjósa þetta út af borðinu og auðvitað hafa kjósendur reynt það og maður sér kannanir eins og núna frá Klasa hvað fólk metur og 85% sko meta mikið bílastæði í nálægð við heimili sitt og treysta á bílinn til að ferðast bara eins og bara á Íslandi, bara bíll bara eins og úlpa til þess að og bara nauðsynlegur að en sko þetta hafa kjósendur gert, kjósendur hafa talið sig verið að kjósa borgarlínu út af borðinu. Það hafa boðið sér fram hér flokkar og boðað breytingar en svo stefna sem hefur verið fylgt, hún hefur alltaf fengið nýtt varadekk undir bílinn og hvort sem það hefur verið Viðreisn sem bættist við eða núna síðast sko Framsóknarflokkurinn, þeir sem hafa verið kosnir hafa lofað breytingum en þeir hafa ekki staðið við það og það er kannski sjálfsnælt að segja og lestin hefur brunað áfram því það er engin lest og það er mikið sko svona orðræðinni, mikla blekkingar því það er talað þú talar dísil strætó og það er auðvitað sem þetta að borgarlínan bara strætó á gúmmíhjólum en samt þetta ekki kallað strætó, þetta kallað ekki bara borgarlína heldur hágæða almenningssamgöngur og ég heyrði starfsmann borgarlínu í útvarpinu í gæra fyrir þetta tala þegar maður spurður en þetta ekki vandræði þegar komið þjóðarhöll við Suðurlandsbraut og það var koma miklu fólki til og frá. Nei, því það verður svo góðu brautarpallur rétt hjá. Það er engin brautarpallur, það er engin járbrautarlaust, það er bara járbrautarslys. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir.
Fer með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Ég já, og ofan á lag sko, þú segir lestarslys sko, ég nefnilega líka, það er eitt sem ég bara, eins og ég líka talar hágæða almenningssamgöngur, ég meina sko bara ef við tölum aksturslag þeirra sem að keyra fyrir strætó, þá keyra þeir eins og viðvaningar. Ég man eftir þessu bara þegar ég var lítill strákur og þá voru strætóbílstjórar svona mjög, kom upp hræðilegt slys þar sem að maður lést og það þótti alveg bara svona ótrúlegt að slys hafi komið upp hjá strætó, en aftur á móti núna þá finnst mér bara slysahættan hafa aukist út af því að þegar ég fór í strætó daginn með syni mínum og strætóbílstjórinn keyrði bara eins og brjálæðingur og svo maður að sjá þetta líka núna bara víðsvegar, bara eftir því sem meira fé sett í þetta og við erum meira samfærð það að borgarlínan muni koma til með aukast, að þá er ekki einu sinni haft það í lagi hvernig sko aksturslag þeirra sem að keyra strætó er. Og ég bara, hvernig getur það samfært mig það að þetta muni koma til með að batna á næsta árum? Einmitt, og líka hræða sporin varandi þetta, því að það eru margar ákvarðanir sem að virðast vera teknar sko með bundi fyrir augun og það er bara haldið áfram á þess að hugsa dæmi til enda og ekkert bara á þessu sviði. Bara Kannski er þetta líka bara því að sko núna er náttúrulega búið að fjölga ferðum og þú átt bara að bíða í hámark 10 mínútur og eitthvað þannig ég veit ekki einu sinni hvort að þetta sé sko strætóbílstjórunum sjálfum að kenna, út af því að ég gerir ráð fyrir því að ef þú ert með á 10 mínútna fresti að þá er meira öngþveiti og þar af leiðandi þarftu að vera meira á tánum í því að vera á réttum tíma, út af því að 20 mínútna gluggi er miklu stærri heldur en 10 mínútna gluggi og ef þú ert plus mínus 4 mínútur þá er það náttúrulega svolítið skrítið í samhengi við aðra. Þannig að kannski er þetta ekki þeim að kenna einu sinni, kannski er þetta skipulagsmálin. En það er náttúrulega bara svo margt að breytast, þannig að þegar endurskoða frá grunni þá kemur margt til. Þú nefndir á rauðu ljósi, snjall ljósastýring, greiðari sérakreinar fyrir almenningssamgöngunar. Það er ekki þannig að þú sagði verður hér allt bara fullt af díselspúandi eða reykspúandi bílum á steingerðu eldsneyti. Það eru þetta ekkert staðan, það eru hér orkuskipti í gangi og bílar eru að verða rafmagnsbílar og kannski stórt átak í því að klára þau orkuskipti eru þetta bílaleigubílarnir sem tengist því að það sé meiri aðgangur að hleðslustöðvum og það er að koma lausnir í stærri bílum, þannig að allt þetta talun loftgæði í tengslum við borgarlínu, það er náttúrulega ekki vandamál með varandi eldsneyti bílana og útblástur í þessu samhengi. Það er þá frekar bara svifryk og slíkt, þannig að það er þá ekki frekar aðtuga með að jafnvel að þvo göturnar og hafa sópa og þvo eins og var gert áður. Já, það er margt í þessu. En bara líka sko, að því ég sagði að þetta er á fleiri sviðum, manni finnst stundum eins og að svona stefnumörkun og hvernig keyrt áfram á svona hlutum minni á vinstri sinnu stjórnvöld hérna út í heimi hér áður fyrr og ég þá að tala austar til dæmis þegar að menn gera bara áætlanir og segja að kornframleiðsla mun auka svona mikið og stálframleiðsla mun auka svona mikið, svo bara gerist þetta ekkert og það er það sem maður óttast og veit að þó að fólk tali svona, þetta muni allt fara svona vel
og borgarfulltrúi segir að það bara það sé bara að hækka svona mikið verð á íbúðunum að því að sé mörg bílastæði. Þegar ég ólst upp í blokki Álfheimónum, sko, þá var nóga bílastæðum og engum fannst það vera neitt lúxus, sko, hafa bílastæði. Og bara ánægði þegar það var hægt að malbika bílastæði því það var Rauðamöl áður, sko. En hefði þá ekki íbúður átt að vera að lækka í verði að því það er búið að fækka svo mikið bílastæðunum. Þetta er bara rugl og þannig að bara, og þetta er á fleiri sviðum. Þú sérði eins og núna 63 leikskólastjórar að mótmæla af því að það var bara allir leikskóla. Já, það var bara verið að stytta vinnutíman og og voða sniðugt að stytta vinnutíman. Þannig að vinnutími í leikskóla starfsmanna færi niður í 36 tíma á viku. En barnið er bara áfram 42,5 og það má ekki ráða í fleiri stöðugildi þannig að þarna er bara gat. Og talandi um það að það er voða sniðugt að stytta vinnutíman. En að því við erum að tala um umferðina og þessar umferðarteppur, sko, vinnutími fólks er auðvitað tíminn sem það tekur fólk að sinna sínu starfi og afla tekna. Það er tíminn frá því að leggur að staða heiman og þangað þú kemur heim. Þannig ef að fólk er að verja 20 mínútum á dag meira í umferðinni, þá eru það með við 210 vinnudag á ári 70 klukkustundir. Það eru tvær heilar vinnuvikur. Þannig að þessar tafir í umferðinni eru að taka af launafólki, sko, nokkur ár af lífskjarabótum í gegnum kjarasamninga. Þannig að það er tómmál að tala um, sko, styttingu vinnuvikunnar og fyrir heim úr vinnunni, en tíminn bætist bara við í ferðir til og frá vinnu og meira til. Þannig að út af þessu, og ég er búin að hafa ágjör á þessi mörg ár, að hvert stemdi. Því að og ég verið hissa á því til þess að verkalýðshreyfingin hafa engan áhuga á þessu. Því þetta eru verið að ræna fólk lífskjörum og það er að tapa þarna því að þetta samsvara bara lenging á vinnutíma sem þessu nemur. Já, það er bara hárrétt. En sko, við komumst ekki hjá því að tala um mál sem að skeik þjóðina í svolítinn tíma. Svo reyndar kom margt í ljós í þeim efnum, en það er að þetta Vítalíumál, þar sem að Arna Grant og fleiri voru flæktir í máli heitapotti í sumarbústaðar og þú þar á meðal og þar kemur Vítalía fram í viðtali við Eddu Falag og lýsir því að hún hafi orðið fyrir kynferðisafbroti. Sko, þetta mun náttúrulega óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það út af því að ég til dæmis nefndi við hann áðan að maður er búin að heyra minna frá þér síðan að þetta gerðist. En þetta mun óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það að þú ert að fara hérna fram. Hvað hefur að segja um þetta? Já, það er þá mitt, þú veist að ég get ekki sagt hvart yfir því að ekki heyrt eða séð mikið af mér síðustu árin, en það er náttúrulega orðið talsvert síðan að þetta mál rekur sig 6 ár aftur í tíman, eða þetta eru atburðir sem þú ert að vitna til eru árinu 2020. Já, ég vil ekki vera að ræða það mál sko efnislega núna bara vegna þess að ég tel að hafi þegar fengið miklu meiri umfjöllun heldur en það verðskuldaði og ég eigi rétt á því að skilja það mál eftir í fortíðinni og horfa til framtíðar og til þeirra verkefna sem ég er að taka að mér núna vegna þess að ég var borin röngum sökum og ég gerði það eina sem ég gat í stöðunni sem var að kæra þetta mál til yfirvalda til að fá úr því skorið og það tók langan tíma það ferli og það var erfitt fyrir mig og marga aðra en það var nauðsynlegt því annars var hætt á því að sannleikurinn hefði aldrei komið í ljós og niðurstaðan var svo að það væri ekkert hæft í ásökunum í minn garð og málið fellt niður og það eru sko á þessu ári 3 ár síðan að svo loka niðurstaða varð þannig að ég segi bara að ef fólk hefur áhuga á að grafast fyrir það þá getur það gert það bara á netinu en ég get ekki varið meira af mínum tíma í umfjöllunum þetta og vil horfa til framtíðar. Þannig að þú bara leggur þetta í dóm kjósenda að googla sig ef það hefur áhuga en að það mun ekki koma til með að hafa áhrif á þína baráttu þá. Nei, máli fékk formlega meðhöndlun og því lauk og svo loka niðurstaða liggur fyrir og fyrir nokkrum árum síðan eins og ég segi og
og ég er bara öðru að sinna í dag. Já, við sjáum bara til hvernig fólk bregst við því. En önnur mál, hvernig sérðu þetta fyrir þér framhaldið? Þú ert með borgarlínuna, Miðflokkurinn hefur verið að setja mikla áherslu náttúrulega landsmálunum á útlendingamálin, á svona íslensku, á fólksfjölgun og annað. Hvernig parast þetta við það sem að þú ert að fara að gera í borginni? Hvernig sérðu fyrir þér, einhverjir sameiginlegir snertifletir telur að mál borgarbúa séu það brýna að það sé verði einvörðungu farið í það að slökkva elda, eða heldur að verða einhverjum sameiginlegir snertifletir við landspólitíkina og borgarpólitíkina? Já, borgin er náttúrulega stærsta sveitafélagið og höfuðborg landsins, þannig að auðvitað er ýmislegt rætt og margt sem er líka á vettvangi þjóðmálana hefur áhrif hér í borginni og borgarlífinu. En við verðum náttúrulega að horfa á það að til dæmis ég er að bjóða mig fram sem borgarfulltrúi í Reykjavík og við erum hér að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, þannig að Reykjavík er náttúrulega fyrst og síðast sveitafélag sem að hefur lögbundum skyldum að gegna við íbúana varandi bara ýmsa þjónustu og það er auðvitað það sem að Reykjavíkurborg þarf að fókusera á fyrst og síðast. Það eru lögbundna skyldur við íbúa borgarinnar. Þannig að jú, það eru til dæmis þróunin í útlendingamálum skapar auðvitað ýmsar áskoranir á mörgum sviðum í rekstri borgarnar en löggjöf innflytjendamál og landamæri og slíkt eru þetta ekki á vettvangi borgarstjórnar. Sama með flesta því sem lítur að löggæslu og slíkt, það eru landsmál. Við erum að fókusera á þau borgarmálin og það sem að okkur snýr. Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Þú varst í svona sjálfstæðisflokknum áður og varst í prófkjöri þar 94 og tókst þátt í kosningu 95. Ég velti fyrir mér, núna hafa sjallarnir svolítið verið að skamma miðflokksmenn fyrir það að hafa verið að séu of miklir forræðishyggjumenn og séu ekki nægilega miklir hægri menn. Ef við tökum leikskólamánu til dæmis, pörum það aðeins við umræðu einkarekstur eða ekki einkarekstur. Miðflokksmenn hafa verið sakaðir það að vera meira í því svona skynsemishyggjan, það er náttúrulega sem þýðir öðrum orðum að þeir hafi betri hugmyndir heldur en almenningur. Hvernig verður þetta, til dæmis ef við tökum bara leikskólamálun alveg, segjum svo að miðflokkurinn fái hreina meirihluta undir þér. Hvernig myndið þið haga þessum málum? Myndið þið vilja sjá aukinn einkarekstur? Myndið þið vilja sjá aukið fé inn í þetta? Myndið þið vilja sjá þannig að það yrði lögð áherslu á íslensku kunnáttu starfsmanna? Hvernig væri leikskólamálun? Þetta er náttúrulega heilmikill inngangur hjá þér og aftur finnst mér nú töluvert bjartsýnn þegar ef ég má taka þessu sem spá að það sé jafnvel möguleiki á því að miðflokkurinn fái hreinan meirihluta í borginni. Okkur er spáð en að það er vísu áður en að framboðið komið fram, spáð svona 9% fylgi og 2 borgarfulltrúum en ég vona að versni nú ekki við það að framboðslisti sé kynntur og áherslurnar. Og vonandi sækjum við mikið í okkur veðrið og ég held við eigum mikið inni en hvort að verður heitt meirihluti, ég skal ekki segja. Þú talar gagnrýni Sjálfstæðisflokksins, ég er reyndar verið hissa á því líka að horta til landsmálana, mér finnst þeir sumuleyti leggja meiri áherslu, þeir verðast vera svolítið stressaðir yfir góðu gengi miðflokksins í skoðanakönnunum almennt og leggja meiri áherslu á að skilgreina sig frá miðflokknum og lemja honum heldur en að horfa til
vígstöðunar gagvart til dæmis á landsmála vettvangi bara ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég svo sem fylgist ekki með öllu sem hafa náð að segja um miðflokkin, en varandi leikskólamálin þá held ég, og þú talar skynsemishyggju, að skynsemishyggjan þar og sem að miðflokkurinn vill fylgja að leita lausna og hafa ekki fordóma gagvart lausnum. Ég tel að það birtist svona hugmyndafræðilega kreddur í áherslum borgarinnar, til dæmis þú tala um lausnir þegar fyrirtæki, og þetta hefur bara verið í fréttum, að Alvotech eða Arion banki eða aðrir vilja taka þátt í að leysa þennan vanda og fjölga leikskólaplássum, þá finnst mér skrítið að borgin taki neikvætt í það. En svo kannski gaman að því hún nefnir að, og það nú mín eina reynsla, því ég nú aðalega starfaði í atvinnulífinu og fyrst og fremst reynslu þaðan, en mín eina reynsla því að taka þátt í svona beinum kostningum áður, og það var þarna fyrir alþingiskostningarnar 1995, þannig ég var í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokknum, það er rétt, 1994, en ég var maður alltaf rifjað upp að þegar maður er að lesa fréttir prófkjör núna eins og hjá Samfylkingunni, það er svona alveg stórt prófkjör, 2000 þáttakendur og borgarstjórinn færi yfir 1000 atkvæði, en þá hugsa ég með mér að þetta nú eitthvað breyst, því að þegar ég var í prófkjöri á Sjálfstæðisflokknum höstið 94, þá voru þáttakendur 8000 og ég sjálfur sem lenti nú þá í 11. sæti fekk yfir 4000 atkvæði. Ég var enda síðasti frambjóðandinn sem fekk meir en helming atkvæða, en sennilega hefur þá bara þáttaka almennt eitthvað rýrnað í þessu stjórnmálastarfi. Það er nú miður, því þetta eru mikilvæga mál og það er það sem tókar mig að þessu núna, það er að ég tel að þetta sé mjög brýnt og það sé hægt að rétta skútuna af, og ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn verði með í þeirri baráttu, og ef að til kæmi, ef að það færi nú þannig eins og ég sé ekki eins bjarsinn eins og þú, ef að færi þannig að miðflokkurinn hefði ekki hreina meiri hluta einn, þá ættu þeir náttúrulega vera líklegur samstarfsaðili, en ég sá nú því miður samt spekinga vera að slá því fram að það væri líklegt að samstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Það ætti mér vera ótíðindi, því að eins og vorum að fara yfir, að þá hefur þessi ranga stefna og þessar hugmyndafræðilegu kreddur sem hafa ráði ríkjum alltaf náð að endurlífga sig með nýjum liðsmönnum eftir kosningar, þó að kjósendur hafi slag í slag hafnað þeirri línu og leið sem borgin hefur verið á, og mér fannst nú ekki nógu gaman að lesa nýlega, og það var í þætti hjá Mogganum, mann ekki hvort að dagmáliða spursmál, að þar var varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að tala um það að það væri of seint að snúa við á leið borgarlínunar, og það væri í raun samstaða allra flokka nema miðflokksins það mál. Þetta finnst mér ekki gott að lesa. Það er ekki of seint að afstýra þessu slysi. Ég er ekki að kalla það slys að bæta almenningssamgöngur. Ég er að kalla það slys að ráðast í svona stórfelldar nýjar aðgerðir sem er ekki búið að gera til að eyðileggja umferðaræðar og taka öll bílastæði af. Og ég meina, það er of seint að fara ráðum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að hætta við að tróða Landspítalanum með öllum sínu starfsfólki og viðskiptavinum niður á Hringbraut. Það er of seint, en það er ekki of seint að afstýra lestarslýsinu á Suðurlandsbraut. En þá með leikskólamálin? Já. Ég er að velta fyrir mér. Ég taldi mig vera Sara. Já, líka en ég menna, út af því að þú segir þarna að það er einhver svona hugmyndir að koma, en hvar viljið þið svolítið svona hvar myndir þú setja niður fótinn varðar þessi mál? Telurðu að þetta sé fýsilegt að fyrirtæki séu að auka einkarekstur? Telurðu að þurfi að bæta kjör leikskólastarfsmanna? Út af því að ég hef til dæmis haldið fram, ég menna, ég tel að það sé svona alveg kapitalísk svona hægt að færa rök fyrir því á kapitalískum grunni að við viljum hafa leikskólana þannig úr garði gerða að krakkarnir komi, hvað ég var að segja, vel talandi allavega út úr
þeim áfanga í lífinu og ef að við erum með málin þannig að það ekki þannig að þá erum við á svolítið skrýtnum stað. Þannig að ég hef talið mér svona í trú það og reynt að telja öðrum í trú það að það þannig að við viljum í rauninni hafa leikskólastarfsmenn þannig að það þykir bara mjög fýsilegt að vera í leikskólastarfi. Aftur á móti það ekki þannig. Þannig ég að tala bara svona líka heildarumgjörðina. Hvernig sér þetta fyrir þér? Sko ég er náttúrulega ekki komin inn í sko öll smáatriði varðandi sko rekstur borgarinnar eða hvernig við myndum snú okkur í sko einstökum málum. Já, getur bara sagt með það sem þér finnst líka? Já, þetta gríðarlega umfangsmikill rekstur. Ég meina, A-hluti borgarsjóðs með 200 milljarða í tekjur og 300 tæpa ef að tekið með B-hlutin og ég segi bara að það þarf að fara vel með fé og það þarf að ná miklum árangri. Það eru auðvitað vísbendingar að það sé hægt að bæta rekstur borgarinnar. Af hverju eru vísbendingar það? Það var í fjölmiðlum fyrir stuttu að kostnaður við yfirstjórn Reykjavíkurborgar væri 38.000 á hvern íbúa sem 10.000 á íbúa yfir landsmeðaltali og þessi tala 26.000 á íbúa á Akureyri. Reykjavík stærsta sveitafélagið og ætti að vera með hagkvæmasta rekstur. Hvernig stendur á því að yfirstjórnarkostnaður per íbúa samt langhæstur í Reykjavík og reksturinn í svona miklum játnum þó að skattstofnar séu full nýttir, til dæmis bara útsvarið 14,97% sem hámark en til dæmis í Garðabæi 13,7%. Þannig að og fasteignagjöld líka hærri í prósentum og sem hefur lagst þungt á fólk þegar að hækka svona mikið. Þannig að ég tel að það sé hægt að fara betur með fé og ef það þarf að leggja meira fé í leikskólan þá verður það ekki gert með því að hækka álögur á borgarbúa, heldur þarf að finna út úr því að skerpa fókusinn í rekstrinum og þess að ég kallaði áðan að einbeita sér að lögbundum skildum við íbúana og þeim verkefnum sem að sveitafélagið hefur að lögum. En þú spyrir mína persónulegu reynslu, ég á nú mörg börn, en yngsta er nú orðið 13 ára, elsta 35 á þessu ári. Þannig að sko mín reynsla af leikskólanum, því að þau hafa öll verið á leikskólum, var að leikskólinn var okkur bara bestu og merkilegustu menntastofnunin fannst mér vera sem að samfélagið ætti og þó ég hef ekkert að kvart undan sko grunnskólanum þá fannst mér sko verða breyting á börnunum, það var svo mikill ægi og maður bara fann hvað fengu góða tilsögn á leikskólanum. Það börnin sko lögðu áherslu á aga við mataborðið, sko, hendur undir borðið, enginn segja orð og það að segja gjörið svo vel á þeirra borða og svo framvegis og ég ræddi nú jafnréttismál á þingi leikskóla starfsmanna einu sinni fyrir mörgum árum þegar ég var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á jafnréttismálum og þá haft áhuga á því að að sko það sé raunverulega bara jafnrétti í samfélaginu, þannig að við getum bara eiginlega hægt að tala það sé svo sjálfsagt og það hefur sko margir þættir í kringum heimilin hafa auðvitað áhrif á það, þú veist bæði tæknivæðingin á heimilunum og útvistun á verkefnum og allt þetta, en það vakti sko mikla athygli mína þá hvað allt var vel skipulagt í kringum þennan viðburð og allt sem leikskóla stjórarnir og starfsmennir voru að gera. Ég gæti ekki sagt nei því að þetta var haustið árið eftir sko, þegar var leitað til mín hvort að ég myndi vilja tala á ráðstefnunni. Það var sko með meir en hálfsárs fyrirvara og einhverjum 2 vikum síðar var ég búin að fá sko bréf með mér sér hverja ætti að sitja í salnum áður en færi upp og svo framvegis. Þannig bara þú spurður persónulega reynslu að ég hef ekkert nema virðingu fyrir leikskólanum sem skólastigi. En talandi lausnir líka á þessum vanda, ég heyri núna að menn tala lengingu fæðingarorlofs gæti komið til móts við þennan vanda sem þetta gat hefur skapað að bara stytta vinnutíman með bundi fyrir augun og ekki búið að stytta viðverutíman eða þá hjá foreldrunum sem að vinna þá ekki hjá Reykjavíkurborg kannski og eru núna miklu lengur í umferðinni líka
þannig, og ná ekki að fara til mér svo reiðhjóli eða labbandi með krakkana til og frá leikskóla eða til og frá tannlækni eða til og frá íþróttum eða hverju, að talandi sko jafnréttismál, einmitt þegar ég var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, þá var verið að innleiða þetta fæðingarorlof og fæðingarorlofssjóðinn 2000, árið 2000 og þá var lagt á stað með þetta einmitt sem mikið jafnréttis átak að og nokkrir mánuðir sem var þá væri sko 3 mánuðir væru bara faðirinn, eða sko að það veri lágmark að sko báðir foreldrar tækju, það var sko mánuður á móður, mánuður á föður og svo sameiginlegir, en faðirinn yrði til að fullnýta fæðingarorlofi þá yrði faðirinn að fara líka í fæðingarorlof, þannig að þetta var hugsað sem mikil jafnréttis aðgerð, en þá var það náttúrulega hugsað þannig, sko, það borgu prósent af launum í fæðingarorlofssjóð, að svo fengju menn hlutfall af sínum launum í fæðingarorlofsgreiðslur og það var bara fyrst sko 80% af laununum, en svo þótti það ekki við hæfi þegar það væri hálauna ræða, að hálaunamenn væri að fá út úr sjóðunum, þannig að núna þakið einhverjar 900.000 krónur sem ekki mikið yfir meðalaunum á Íslandi. 700.000 krónur, það verður 900.000 eftir 2 ár eða eitthvað. Já, ok. Ég held að þetta sé þannig. Ég var að reyna að afla mér upplýsinga og ég sá töluna 900.000 einhver staðar en... Já, hún verður það, ef ég skildi rétt, sko. Þannig að, já, ég sagði hann, ég vildi horfa til framtíðar en ég kannski má ekki, ég verði að vera í núinu. Fara fram úr þér? Ég má ekki fara fram úr mér, en ok, en 700.000 eru þá jafnvel, sko, undir meðalaunum. Sko, þau eru þetta alveg við það. Þannig að þá sjáum við þetta að þetta ekki lengur það jafnréttistæki sem að það var hugsað og feður taka fæðingarorlof í minna mæli núna heldur en var í upphafi. Þannig að ég bara segi það að fólk verður átt að svo því að þetta þak haft lágt og jafnvel lækkað en fæðingarorlofi lengt 12 mánuði, 18 mánuði, þá það beinlínis farið að svo margt annað sem að stjórnvöld geta gera á góðum hug en það verður bjarnagreiði. Letjandi líka fyrir fólksfjölgun sem annars stórt mál. Já, en bara ég held að það sé mikið mistök að hafa of lágt þak á fæðingarorlofinu, það sé betra að hafa það styttra og með hærra eða ekki þaki, eða kannski eðlilegt að þú vil ekki taka einhverja út í aðra í launum þar undir, en það má ekki hafa þakið og lágt, því þá vinnur það gegn þeim tilgangi sínum að stuðla jafnrétti í samfélaginu. Já, en sem mikill jafnréttis frumkvöðull og baráttumaður fyrir konur og minnihlutahópa, mannréttindaráð Reykjavíkur og svona fjölbreytileika hugmyndir innan Reykjavíkurborgar og hvernig að hátta afmælum og annað til þess að koma til móts við til dæmis transbörn. Já. Hvar myndi miðflokkurinn setja áherslunar í þeim efnum? Myndi mannréttindaráð fá viðbótar fjárframlög til þess að takast á við þessar svona jafnréttisparadís sem að þú sér fyrir þér? Já, og geta haft á eftirlit líka með barnaafmælunum og geta heimsótt og til að gera svona, til að úttekt á því hvort að það sé örugglega vera að fara eftir reglum. Nei, ég get alveg, í grunninn þá það þannig að þá ekki að skilja út undan og mér finnst það orðið mikla framfærir í því í öllu skólastarfi og umræðum að gera umhverfið betra fyrir börn. Þú veist, þú örugglega, þó þú sett yngri en ég, þá manstu það að það var ekki eins mikið mála að skilja út undan eða ýmislegt sem að mátti betur fara. Þannig að maður þekkir þetta hvernig þú verið í barnaafmælunum að þú verður annarkvort að bjóða öllum bekknum eða bara strákum eða bara stelpum eða sko nánustu vinum. Þetta allt ágæta pælingar og góð umræða og líka þá það að það sé kannski úrelt að miða bara við öllum strákum eða öllum stelpum þú frekar hafa eitthvað svona random viðmið, þannig að smátt og smátt séu allir með en það séu einhver málefnaleg viðmið en það ofstjórnun að halda að það sé hlutverk sko Reykjavíkurborgar að leggja línurnar það hvernig barnaafmæli eru haldin. Þannig að bara segja að það eru hlutir líka sem að
foreldrar verða að bera ábyrgð á og fá að bera ábyrgð á og það líka bara umræða á vettvangi skólans og svo framvegis. Þetta gerist ekki með einhverju skipunað ofan það nákvæmlega hvernig eigi að vera og líka að eigi að vera gulrætur en ekki kökur með svona miklum sykri og eitthvað. Þetta ekki, við erum ekki þessu ofstjórna samfélagi. En það náttúrulega það líka sem við sjáum og tala fleiri borgarlínuna, förum í það aftur, að það oft ekki sko, það sem sagt sem markmið. Markmið ekki að greiða fyrir umferð. Markmið eitthvað svona social engineering. Það fólk sem á móti fjölskyldubílnum. Það fólk sem á móti ákveðnum sko, lifnaðarháttum og það alltaf verið að knýja hlutin í þá átt. En það sagt að þetta sé snúað umferðaröryggi. Ef þú hafi bara eina akrein og þurfa ekki að fara yfir með eina akrein og tefjir umferðina svona mikið þarna og svona mikið þarna, þá meira öryggi fyrir gangandi. Þetta minnir mig svolítið á sko, talið í COVID-tímanum. Sko. Þú veist, það náttúrulega smitast enginn ef enginn hitti neitt. Og ef við bara lokum öllu, þá bara, þú veist, það hægt að stöðva hjól samfélagsins og þá bara gangi allt miklu betur. En það ekki hægt. Og eins og vorum að nefna, það gríðarlegar neikvæðar afleiðingar fyrir fólk að komast ekki leiða sinnar. En það ekki tekið með í reikningin. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En við erum eins og ég var að tala með svona hugmyndafræðileg batteri eins og mannréttindar á Reykjavíkur þar sem að verið að hvað var það, brugga stórkostlega skrítin Kool-Aid. Hvað myndirðu gera í þeim? Í fánamálinu kannski? Ég til dæmis. Já, ég bara segi það aftur, þá legg ég áherslu á lögbundnar skyldur sveitarfélags og þjónustu við íbúana. Ég tel ekki að Reykjavíkurborg frekar en önnur sveitarfélag á Íslandi þó að Reykjavíks í höfuðborg hafi einhverju sérstakku mikilvægu hlutverki að gegna á alþjóðasviðinu eða í svona stórum deilum á alþjóðavettvangi og ég held ekki að skipti miklu máli til eða frá hvaða fánaði draga hún yfir ráðhúsið og mér finnst bara svo umræða öll til og frá alveg út í hött og vera skýrt dæmi fáránleika umbúða stjórnmála að einhver umræða og langir fundir snúist það hvort að ég að draga þennan fánaði húni eða hinn en ég myndi eiginlega ekki vilja verja neinum tíma í svona stakl algjört aukaðatriði. Þess vegna ég líka að spyrja því að með fánuna, það náttúrulega bara merki ákveðins undirliggjandi vandamála sem ég held að sé í Reykjavíkurborg og meðal annars þessi svona hugmyndafræðilegu Kool-Aid sem ég var að tala það að segja að fánanir eru bara eitt, að það sé verið að gera sig gildandi á einhverju alþjóðasviði með því að mála sig upp sem einhverja góða manneskju. Hins vegar það stærra vandamál sem ég tel að það fólk sem á launum við það að láta sér detta svona hluti í hug. Einmitt. Og það það sem ég svolítið að ná upp úr þér, sko. Ertu að fara að vera svolítið hafið með leiðana eða ertu að fara að vera svolítið svona mæta með hófstilltum hætti, svona, skoða þetta, hvernig verður viðmót ykkar ef allir þið komist í stjórn? Hvaða áherslur myndu leggja allir í þessum efnum? Sko, ég hef fengist við rekstur á stórum fyrirtækjum á íslenska mælikvarða. 365 var langstærsta fjölmiðlafyrirtæki í landsins og með yfir 600 starfsmenn og þá yfir 200 starfsmenn í mjólkursamsölunni. Þannig að ég hef fengist við flókin rekstrarleg úrlausnarefni en ég hef nú hvergi haft það fyrir sig að vera með stórar yfirlýsingar það fyrirfram og meiri sé að það sem ég hef verið ráðinn sem framkvæmdastjóri og eru að leiðin inn sem framkvæmdastjóri þá hef ég ekki haft stórar yfirlýsingar það hvað sé best að gera fyrir maður hefur náð að kynna sér það í þaula og áður en ákvarðanir teknar og varðandi Reykjavíkurborg þá ég í framboði til að vera borgarfulltrúi þó að ég telji mig geta tekist á við hvaða verkefni sem að sú vegferð leiðir til þá verðum við nú að læra að ganga áður en förum að hlaupa og förum við brýr þegar við komum að þeim en
ég tel að það þurfa að velta hverjum stein í rekstri borgarinnar. Ég vil ekki hafa kannski stærri yfirlýsingar það. Nei, ég held að samt að halda að pressa það svo, því að þessi straumlínulögun, þú veist, eins og tökum bara snjómoksturinn, að þegar að fólk horfði frá Fossvoginum yfir til Kópavogs og þá gátu þið bara séð að allt í hennu væri búið að moka götur og það var ekkert mikið verið að flækja hlutina og þetta var stórkostlega skrítin umræði hvort þetta hafi ekki verið fyrir 2 árum þegar það var mikill snjómokstur sem að þurfti, sem betur fyrir eru búin að vera heppin núna í vetur en við verðum kannski ekki alltaf svona heppin en þá komaði upp úr hattinum að það þurfti að fara að smíða verkefna handbók í manningir vetrarhandbók eitthvað, þetta var einhver 6 orða della frá einhverju nefnd og eitthvað í staðis bara, heyrðu, það þarf að móka götunar heyriði verktakanum og sjá til þess að þetta sé gerst. Akkurat. Ég að velta fyrir mér svo, bara svona ef við tökum breiðustrókanir í þessu, ertu að fara að skera fituna þarna á þetta, því að ég held að fólki, sérstaklega þeim sem er að fara að kjósa Miðflokkinn, sé mjög mikið hugleikið það hvort það sé að ráðast verði í þessa hluti. Já, þetta alveg hárrétt hjá þér og ég algjörlega sammála þér og þó að það sé hægt að segja að við getum talað okkur niður í eitthvað mál og það sé ekki breiðustrókunar, þá það samt þannig að alltaf þegar maður átt að sjá hvernig breiðustrókunar liggja á heildarmyndin að þá maður að taka einhverjum svona borkjarna og átt að sjá hvað í gangi og snjómóksturinn sem þú nefnir einmitt dæmi það sem ég að kalla grunnþjónusta við íbúana og það augljóst að fókusin hefur verið að fara af þessum verkefnum og við nefndum áðan út af Svifryki að það sé ekki þrifnar göturnar eins og var, fókusin að fara af þessum mikilvægu verkefnum og það nú ekki allt árið allur vetur sem hefur verið í lagi 28. október síðastliðin þá einmitt 40 cm þykkur snjór á þriðjudagsmorgninum og fólk komst ekki leiða sinnar og það nú bara nokkur ára gamalt eða kannski jafn gamalt vinstri meirihlutanum þetta orðalag húsagötur að því gamla daga var alltaf bara mokað snjórinn og götur hreinsaðar en svo fór að koma þetta orð húsagötur, það væri búið að hreinsa strætóleiðir en ekki mokaðar húsagötur en núna þegar þessi uppákoma varð í október með þessari miklu ofankomu og einmitt ég man vel eftir því að fólk var að bera saman viðbrögð í Kópavogi og Reykjavík þá var eitt af því sem ég sá að menn hvort undan í fjölmiðlum var að verktakinn hefði ekki nógu öflugt tæki og það var líka myndir frá Akureyri hvernig hefur bara hreinsa snjóin mjög skilvirt af götunum en í Reykjavík var það ekki hægt vegna þess að það var þá skilyrði í útbúnum frá Reykjavík það mætti ekki nota kraftmeiri tæki en sem upp á ákveðnu marki út af loftslagsmálum og sem þetta náttúrulega mér finnst þetta að vera dæmi það að þarna sé mikilvægu verkefni sem bara verkefni þjónusta við íbúana bara ekki sinnt að því fókusin eitthvað annar staðar fókusin þá á Fánaborginni eða einhverjum öðrum mannréttindamálum ég veit áhuga á mannréttindamálum en ég held ekki að mannréttindamál sé einhverjum gríðalum ólestri í Reykjavík Nei og held ekki að þeir hafi tekið miklum framförum fyrir tilstuðlan mannréttindanefndar á undanförnum árum Nei, kannski ekki en þá velti ég verið, þú talaði útsvarar áðan að vera lægra í Garðabæ heldur en í Reykjavík og þú keyptir eign núna í Garðabæ og býrð að ég gerir ráð fyrir þar Já, ég hef síðustu árin Og af hverju þá að bjóða þig fram í Reykjavík ef þú ert Garðabæingur? Nei, ég Reykvíkingur ég fættur uppalinn í Reykjavík og búið hér lungan af minni ævi og alltaf starfaði í Reykjavík þannig að það rétti á þér það með þess að koma í blöðum að ég hef keypt íbúð í Þorraholti í Garðabæ en það alveg ljóst að þessi ákvörðun að bjóða sig fram í Reykjavík að þú getur ekki boðið fram nema og búir í sveitarfélaginu þannig að ég hef náttúrulega núna til að byrja með leigt mér íbúð í Reykjavík en ég að sjálfsögðu að flytja til borgarinnar á ný Það að flytja til að bjargani Já, þú mátt kalla það en já, ekkert að vera hlæja því þetta grafalegt mál en það mun bara taka mig ég get ekki staðið því núna með ég í kosningabaráttunni að
að finna mér húsnæði varanlega og kaupa hús og selja íbúð og svo framvegis, þannig að ég verð að gefa mér einhverja mánuði það, en það að sjálfsögðu það sem ég að gera. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, hvernig verður það? Færð þú eitthvað það ráðið, nú ert þú oddviti, færð þú eitthvað það ráðið hverju verða með þér á lista eða Bingi og Simmi að fara að ráða þessu öllu? Já, það nú nefnd sem að þeir fara samt fyrir eða forma flokksins og svo nefnd leitaði til mín að taka að mér þetta sæti, oddvita sæti listans, og ég hef svona bara fylgst með þeirra vinnu varðandi það að skipa önnur sæti og það mikið og gott mannval, sterkur hópur. Já. Þú varst nú að spurja ákveðin svið eins og skólamálin og annað, en við erum bara með og verðum með, og fólk mun sjá það á listanum. Við erum með mjög sterk nöfn sem að hafa mikla reynslu á sviði skólamála og íþróttamála og fleiri mikilvægra mála. Förum aftur í skipulagsmálin, því að það var eitt sem að ég var á fundi sem sagt samtakaðinaðarins og VFR, þar sem að þeir eru að fara í samtak samstarfsverkefni. Akkurat. Það að byggja betra og aukið húsnæði og sérstaklega þá varðar það að svona í fjölbreyttari þarfir, þar að segja núna erum við rosalega mikið að einbetta okkur á því að við séum með einhver svona einstæðinga íbúðir út af því að það eitthvað sem markaðurinn að kalla á eftir, en hins vegar þá eins og Halla Gunnarsdóttir fór yfir og ég var mjög saman, hún með mjög gott erindi þar sem hún fjallaði mitt þetta að það kannski meðaldi sérkennilega hugmynd að lífinu ef að við erum einhvern veginn að fara að tróða okkur inn í einhverja svona japanskar kapsúls þar sem að við erum einhvern veginn að ímynda okkar af eðlilegu lífi bara að vera einhverjum einsherbergja íbúðum öll, sko. Og kannski það ekki... Nánast getur sér myndið frá Japan, getur þetta orðið eins og bara hilki, svona eins og ljósabekkur. Það nákvæmlega sem ég var að segja. Sem þú smegir þér inn í. Nákvæmlega, og það svolítið svona ógeðfelld hugsun einhvern veginn og maður veit ekki svona af hverju mann svona hryllir við því, en það augljóslega eitthvað sem ég held að myndi ekki leiða til allavega jákvæðar félagslegar áhrifa eins og við erum til dæmis að sjá í Japan sem við erum mikið áhugjefni. En ég heyriði á þessu erindi, þá var Karl Þráinsson að með minna hann heiti það. Þetta Arnarkvoll fasteignir, Já, og hann fullyrti þarna. Ég þekki hann vel. Já, einmitt, og þá kannski hefur heyrt þessu sögu. Og hann fullyrti á þessu erindi, opinberlega, að Reykjavíkurborg hefði í rauninni staðið í vegi fyrir því að hann væri að byggja upp húsnæði fyrir fólk, út af því að hann var ekki tilbúinn til þess að gefa frá sér bílastæðalóð sem hann ætlaði að láta fylgja þessum íbúðum. Reykjavíkurborg sagði nei, við viljum fá þessa bílastæðalóð, við viljum fá hann ókeypis, og ef þú gefur hann okkur ekki ókeypis að þá munum við sjá til þess að þetta verkefni þitt við munum alltaf finna þig eitthvað til foráttu og við munum alltaf finna eitthvað til þess að stöðva þessa uppbyggingu. Þannig að hann var kúaður til hlýðni. Já. Þetta óhugulegt sem þú ert að tala því að þetta bara... Varstu búin að heyra þessu? Þetta ekki nákvæmlega með þessum orðum eins og þú ert að segja, því að þetta hljóma nú bara eins og úr einhverju mafíumynd, sko. Þetta mafíustarfsemi. Já, en það var líka annað sem þú sagðir að hann ætlaði að fara að byggja fyrir fólk. Hvað maðurinn eitthvað ruglaður, sko. Við komum enn og aftur að þessu að borgin ekki að hlusta og hvað sem þau segja og einhver orð notuð, við viljum borg sem virkar orðaleppur, en það ekki hugað því að borgin þróist í samræmi við vilja og áhuga íbúana, og það þetta
svona skeytingaleysi þær forsendur sem þurfa að vera en sko einhvern tímann myndu allir samt vera sammála orðinu sjálfbærni en til dæmis rekstur ekki sjálfbær út frá því að bara borgaryfirvöld skipi fyrir að skuli vera rekstur bara dæmi að þegar byggð blokk þá skuli bara jarðhæðin vera fyrir lítil fyrirtæki en það verður ekki til þess að verði skósmiður í hverju götu því að til þess að fyrirtæki þróist og vaxi og dafni og hafa áhuga á að vera í einhverju rými þá þurfa að vera sko viðskiptalega forsendur og ef það ekki fyrir hendi þá þýðir ekkit fyrir borgina að krefjast þess að einhver slík rými séu til staðar það hækka bara verðið á blokkinni og þetta svo nefni með bílastæðalóð það svo augljóst að þetta ofstæki gegn bílastæðum frá borginni hefur ekkit að gera með að greiða fyrir samgöngum eða ásýnd borgarnar einu sinni því að ef að Karl Þráinsson myndi eða aðrir verktakar vilja byggja sko neðanjarðar á stærra bílarými þá fá þeir ekki að gera það ekki ennum að fækki samsvarandi á yfirborðinu af því að það bara hámark fyrir hvað íbúarnir í blokkinni mega hafa aðganga mörgum stæðum þetta í samræmi við vilja íbúana? Nei, alls ekki. Við sáum nýlega upp í Mosfellssveit eða Mosfellsbæ þá voru þar auglýstar íbúðir þar sem voru á lóð 2 bílastæði per íbúð og það bara seldust allar íbúðnar eins og hendi væri vefað. Það er bara því að þetta það sem fólki vill. Borgin verður að hlusta á það hvað fólki vill, hvað íbúðarnir vilja, hvað kjósendurnir vilja. En kjósendurnir verða auðvitað líka að axla ábyrgð á því að þeir verða kjósa einhverja sem að ætla að fara eftir því sem þeir eru að segja. Þó að ég náttúrulega kannski svo nýr sem frambjóðandi að ég kannski átta mig á því en auðvitað má ekki frambjóðandinn vera skamma kjósendur kjósandinn hefur rétt fyrir sér ég verð að yfirfæra það hafði viðskiptavinnun rétt fyrir sér og núna það kjósandinn hefur rétt fyrir sér en kjósandinn verður þá líka að skipta við þá verslun sem að vill þjónustan sko því að en auðvitað hafa þeir kjósendur verið blekktir í Reykjavík á undanförnum kosningum því þeim hefur verið lofabreitingum svo vorum að fara yfir áðan þeim hefur verið lofabreitingum en það hefur ekki verið staðið við það og núna held ég að kjósendur verða að hugsa til þess að miðflokkurinn hann hefur staðið með ákveðnum hlutum og haldið sig við sína stefnu líka áður þegar hún var ekki vinsæl og naut ekki eins mikil fylgis svo hafa fleiri og fleiri átt að segja á því að flokkurinn hefur í slag mörgum málum kemur í ljós hann hafi rétt fyrir sér og þannig að hann hefur skapað sér það rekord að hann standi við það sem hann segir og fylgi sinni samfæringu og ég skora á kjósendur að meta það og hugsa út í það að miðflokkurinn er ólíklegastur og líka eins og aðrir flokkar eru að tala til að kvika frá því sem hann er að setja fram og lofa kjósendum. Milton Friedman sagði þegar hann var að tala að voru kjósendur sem voru að kvarta yfir peningastefnu Bandaríkjanna að hann sagði we have met the enemy and they is us það var að segja að kjósendur kjósa þetta yfir sér sjálfir og þar alveg geta þeir sjálfum sínum kent þeir mislíkar það hvernig stjórnmálamenn er að fara með þeirra fé eða þeirra stefnu en já, nei, ég nefnilega út af því að þú talar þessi bílastæðamál líka að ég veit að þessar verktakar sem hafa verið að vinna fyrir Reykjavíkurborg hafa jafnvel boðist til þess að reisa bílastæðakjallara á sinn eigin kostnað og þá leyft sér náttúrulega að láta það fylgja fasteignunum og geta þá tekið meira fyrir þær en Reykjavíkurborg hefur alltaf sagt nei jafnvel þegar verktakan eru tilbúnir að taka sjálfir þá áhættu og því að það er náttúrulega alls konar hvað var að segja, svona loftaræstingarvesen og fleira sem að fylgir því að vera að reka svona bílastæðakjallara og ég hef náttúrulega bara verið í samvættu við verktaka sem lýsað þess einmitt sko, jafnvel þegar þeir segjast ætla að gera eitthvað ókeypis fyrir borgina þá segir borgin samt nei það vilja ekki auka bíla í Reykjavíkurborg bara vilja hafa þetta bílastæðalaus rými þá líka fyrir svo náttúrulega þessar hugmyndir það að þú er bara að labba 600 metra með 2 börn og
og búðapokana og fleira sko í hérna 40 cm snjó sko. Þetta skrítið. Það ekki það sem að fólki vill. Ég var að skoða þessa könnun sem að Classic gerði og langflestir vilja hafa bílastæðið sko 50 metrar frá íbúð og alls ekki lengra en 100 metrar frá íbúð. Það sem fólki vill. Já. Og ég svo gamaldags að ég stend enn í þeirri trú að það sé það sem stjórnmálmenn eiga að gera. Þeir verði bara hlusta á það hvað kjósendur vilja. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is. Hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En hvar hérna, ef þú ættir að horfa svona vítt á myndina, ég meina Reykjavíkurborg stendur í ýmsu og þeir svona að sinna alls konar svona verkefnum sem kannski ættu ekkert að vera að sinna. En ef þú horfir svona á breiðmyndina út af því að núna eflaust margir hræddir það að ef miðflokkurinn kemist til valda að það myndi að valda miklu umróti til dæmis meðal opinberra starfsmanna sem vinna í borgartúni í störfum sem að kannski fljótt á litið ekkert eitthvað sem að fólk tilur vera nauðsynlegt en hins vegar í svona breiðmyndina þá myndi það koma til með að valda of miklu umróti og óskilvirkni innan borgar bara borgarrammans alls borgarrammans. Hvernig eins og við vorum að tala áðan sko með svona hafi mögulega skilur að fuera Ertu að fara að koma inn þannig eða þú veist út af því að þú talar að þú ætlar að koma inn með svona hófstilltum hætti? Já, ég náttúrulega bara hófstilltur maður að upplagi að mínu mati allavega en að því þú ert að vitni í Milei að hvað var ekki verðbólgan 270% í Argentínu þegar hann tók við og sko þannig að vandinn sem að hann var að takast á við og í auglýsingunum með vélsögina á lofti bara í mynd var náttúrulega allt annars eðlis en við erum að fást við þannig að sko ég ekkert að segja að sé bara allt ómögulegt og allt að fara fjandans til ég bara að segja að við erum á rangri leið og það þarf að taka í taumana og breyta áherslum en það var líka að spyrja þetta ekki stórkostlegur vandi eins og ég held að hann sé núna búin að hann náði á einu ára að koma held í verðbólgunni niður í 130%. Við erum alveg mjög áhyggjufull Íslendingar að hún hoppaði upp í 5,2 sko. Já, ég ætla að fá að skjóta inn þetta því að sko, ég náðu sagðan sko að þú ert ekki að fara að koma inn með einhverju offorsi. Ekki með vélsög. En aftur á móti þá held ég að kjósendur myndi vilja vita sko hvort að sé verið að fara að takast á við ýmis vandamál þetta varðar. Þú veist, verður það eitthvað sem að þú ert að fara að leggja áherslu á, það að segja að þú getur mætt með hófstilltum hætti, þú getur skoða breiðmyndina en þú ert að hugsa það að fara að skera út fytum, eða ertu að fara að hugsa eitthvað annað? Nei, ég að tala það að það ekki mögulegt að hækka álögur á borgarbúa eins og hlutföll útsvars og fasteignaskatta til dæmis, þau þurfa að lækka en það eins og þú nefndir það kreppir skórinn og það þarf að auka kostnað á einhverjum sviðum og heimta arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur og fleira sko? Já, það náttúrulega ljóst að rekstur borgarnar maður getur ekki bara síðan í gegnum reikningana því að ég hef aðeins skoðað það og reikningurinn fyrir 24 sem nýjasti reikningurinn sem liggur fyrir hann í plús tæpa 5 milljarða álíka og mínus sem var árið áður þannig að honum skilað svona þannig á yfirborðinu verðist það ekki vera í miklum vanda en hvað undir þeirri niðurstöðu
Já, það til dæmis gríðarlega kröfur á borgarfyrirtæki eins og Orkuveituna að skila arði í borgarsjóð, sama á hverju gengur, og við sjáum nú hvernig það er náttúrulega ákveðin ígildi skattahækkunar að hvernig gjöld þurfa þá að hækka á þeim fyrirtækjum sem þurfa að standa skil á þessu, og sama er með félagsbústaði að þar eru 3000 íbúðir í félagslegum rekstri en það fegraður reikningur með að hækka matsvirði þeirra eigna sem þar eru, þannig að en þetta náttúrulega kannski atriði bara sem ég segi heilt yfir að þá þarf bara að reka borgina með ábyrgum hætti og það þarf að velta fyrir sér hverju krónu, því að borgin á að geta verið best rekna sveitafélag á landinu og á að geta nýtt sína stærðarhagkvæmni til þess að vera með undir landsmeðaltali í yfirstjórnarkostnað per íbúa, ætti að geta verið með lægri fasteignagjöld en aðrir eða útsvar í prósentu heldur en sveitafélög sem að hafa ekki sömu tækifæri til þess að hafa betri rekstur eins og Reykjavíkurborg á að geta haft. En bara svo nefna dæmi að þú segir hvað er þetta að skera niður, ég tel að það sé að fækka borgarfulltrúum. Já, niður í 15 aftur. Já, þau voru það mjög lengi, kannski lengst af, en svo var þeim illu heilli fjölgað í 23 en þá hafði borgin þetta á sínu forræði og Sjálfstæðisflokkurinn lofaði því og stóð við það að fækka þeim niður í 15 á ný, en þá var þetta bara sett í lög að hvað ég held að sé frá 2014 svo breyting að þeir eru að vera miðað við stærð og þá væri þeir 23 í Reykjavík, en núna er nú reyndar fyrirliggjandi frumvarp á þingi að þetta sé ekki lögbundin krafa og þetta sé á forræði sveitafélagsins og ég tel að það eigi auðvitað að vera það er auðvitað ekki eðlilegt að löggjafinn sé að lögfesta óskilvirkni og þyngri yfirbyggingu á þessu stjórnsýslustigi, þannig að þetta er eitthvað sem borgin á að hafa vald á og ég tel að það myndi senda skilaboð út í kerfið að byrja á toppnum, skera niður og gæta aðhalds þar. Hvernig núna hefur til meins borgin sagt mikla áherslu á að skapa húsnæði fyrir eiturlyfjamenn og verið svona búið til svona smákofa hér og þar bæinn. Myndi miðflokkurinn koma til með að auka fjármagn í þessa málaflokka, að koma til móts við fíkla sem að nauðsynlega þurfa að hjálpa að halda, það eru fársjúkir af eiturlyfjadjöflunum, myndirðu halda að myndirðu spretta upp fleiri svona hýsi ef að þú fengir að ráða? Ég get ekki svara því hér og nú hvort að það væri akkurat þetta úrræði. Ég held bara að það sé rosalega mikilvægt að aðstoða fólk til þess að komast til virkni í samfélaginu. Þú veist, og nefnir eiturlyf, hvort að eiturlyf eða áfengisneysla eða hvað það er. Ég meina, ég var nú bara í morgun að lesa starf Krísuvíkursamtakana og við þekkjum auðvitað öll SÁA og bara hvað hafa orðið mikla framfærir í því að ná fólki út úr vanda og til í það að ná stjórn á sínu lífi. Þetta er allt saman gríðarlega mikilvægt og ég tel það líka á öðrum sviðum, þú veist, það sem að er örorka. Ég hefði mikinn áhuga á því, bæði var í samtökum atvinnulífsins og í stjórnum lífeyrissjóða að að ná fólk í virkni. Það er dýrt fyrir samfélagið að missa fólk fyrir borð og þannig að það er mjög stórt verkefni og það er ekki bara útgjöld, þú veist, eins og þegar við sjáum tölurnar eins og bara í örorku eða á öðru sem að veldur því að fólk verður óstarfhæft og þarf að þiggja bætur þegar að leggja til, það skila sér margfalt ef að úrræði er að ræða sem að skila árangri. En ég get ekki úttala mig það bara heilt yfir hvaða úrræði
það eru, en við höfum að skoða öll úrræði sem að geta verið til hjálpar í því. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Þá fyrir við að ljúka þessu. Ef að einhver er óviss það að kjósa Miðflokkinn, vill frekar fara í Sjálfstæðisflokkinn, telur þessar áherslu Miðflokksins í landsmálunum vera kannski aðeins þannig að þær séu óhóflegar, segja að Snorri Másson sé rasisti og að Sigmundur Davíð náttúrulega var í Panamaskjölunum og þú ert of viðloðin við þetta mál sem að koma upp á sinu tíma við Vítalíu og ég er alveg sammála ykkur en ég aftur á móti tel bara að þið eru það of mikill kjarnorku úrgangur ég vil ekki bara hafa ykkur við stjórnvölin þó ég sé sammála ykkur. Hvað myndirðu segja sem ekki stofur hreinir? Já, það ekki stofur hreinir Já, ég meina ef þetta vitna í einstök komment og kommentakerfum þá er þetta bara sagt alla og virðulegasta og vandaðasta fólk sé ég kallað glæpamenn og einmitt hafi verið í einhverjum skjölum eða hvað þannig að það er auðvitað alltaf einhver að gjamma eitthvað slíkt en eins og þú nefndir áðan ég átti lengsta samleið með Sjálfstæðisflokknum. Ég upplifði ekki þannig að ég hafi neitt breyst, mér finnst ég hafa sömu áherslur, sömu prinsip, en ég finn mestan samhljóm með þeim í Miðflokknum í dag, þess vegna er ég framboðið fyrir Miðflokkinn. Mér finnst bæði Sigmundur Davíð og Snorri Másson bara flottir og ég hópi okkar bestu og flottustu stjórnmálamanna. En samt myndi ég nú minna þennan kjósanda sem þú ert að tala á það að við erum ekki við erum að kjósa hér í sveitarfélaginu þannig að þetta bara því þú nefndir fyndist Miðflokkurinn svona í landsmálunum sem ég auðvitað ekki sammála ég minnst að vera að standa sig gríðarlega vel þar en þá ættu fólk alltaf að taka afstöðu til þeirra mála og viðfangsefnum sem eru í þeim kosningum sem er að ræða og við erum hér að kjósa í sveitarfélagi. Já, hvar munið þið, ég veit í Vestmannaeyjum, veistu hversu mörgum sveitafélögum Miðflokkurinn að bjóða fram? Nei, ég hef það ekki á hraðbeggi, það er víða verið að vinna í því ennþá. Já, við sjáum til hvernig þetta fer allt. Allt verða einhvern veginn. Já, og það verður bara spennandi að sjá framhaldið að núna áfundi. Og var ekki eitthvað stað sagt að allt fer þetta vel að lokum þó margir hafi efast það á tímabili? Jú, örugglega. Þetta mun allt fara einhvern veginn skemmtilega. Það er allavega stutt í kosningar. Og það verður áhugavert. Styttist hratt. Já, styttist hratt. En kannski svo ljúkum við svo bara á því hvað þú veist augljóslega myndir vilja sjá Sjálfstæðisflokkinn sterkan. En ef að þú myndir horfa upp á ég myndi ekki sýta það þó Miðflokkurinn væri stærri Nei, ég gerum hann er það nú í könnunum á landsvísu í dag Já, hann er það reyndar og það er til mikils að vinna fyrir ykkur en ég velti fyrir mér ef það var samhljómur milli kannski þín Sjálfstæðisflokks og kannski eins annars flokks hvaða flokkur væri það núna sem eru í sveitarstjórnarmálunum? Ég ætla bara að lofa þér einu ef að Miðflokkurinn fær ekki hljómgrunn við sínar áherslur við myndun mögulegs meirhluta Reykjavíkurborg, þá erum við ekki í neina meirhluta. Ef við höfum ekki hreina meirhluta eins og þú varst að vona, segir svona fyrir ekki að gera upp skoðanir, þá erum við ekki á leiðinni inn í samstarf á þeim grunni að víkja frá þeirri grunnstefnu sem við kynnum kjósendum. Nei, þannig að þið þurfum bara sterkt umboð. Þið þurfum sterkt umboð. Og kannski En þú ættir að velja milli Framsóknar og Viðreisnar. Ef þú kemur svona með gut feeling, þú veist, ertu meira gamaldags íhaldið eða ertu meira svona frjálslyndis Viðreisnar? Nei,
eigna sér ykkur orð. Ég ég hef alltaf litið á mig sem frjálslyndan varðveislumann. Nei, en báðir þessi flokkar hafa því miður stokkið inn í þann meirihluta sem að hefur ráðið ferðinni í 20 ár í borginni, og ég að segja ég tel vera á rangri leið. En sko, við erum ekki komin þangað að ræða einhver myndun meirihluta, en Miðflokkurinn mun gera það út frá þeim stefnumiðum sem hann hefur kynnt, og samstarfi aðra lítur að byggjast á því hvort að okkar stefnumál verða lögð til grundvallar. Já, ykkar stefnumál. Hljóma vel. Ari Edvald, takk kærlega fyrir að koma. Gangi þér vel og þangað til næst. Takk fyrir mig.